Det bara nýtli här. Sjá hvað það fallegt hérna. Vilt blóm út allt. Hérna eru rósir. Og hérna það legevendelrot, valeriana. Og hér höfum við geitrams á norsku. Út allt. Og stígur niður á húsinu. Og hér geitrams. Og tréð sem féll í vindunum. Tréð sem á forsíðunni okkar á grasalækna síðunni á Facebook. Og hérna höfum við villta rós. Sem vex mitt inn í öllu. Afskaplega falleg. Og fullt af nýjum trjám á leiðinni hérna. Þetta eru tré sem hafa komið til út af fræjum frá aski. En við erum með dálítið óvenjulegan garð að því leytinu til að það mikið af aski hérna. En hann í hættu því að það sjúkdómur að breiðast í ask út allan Noreg. En hérna hjá okkur þá gengur allt vel eins og Og hérna maðurinn minn að vinna á fullu með gróðurhúsið. Og hér nýtt ferskjutré á leiðinni með smá ferskjum hérna eins og þið sjáið inn á milli. En það allt að koma til hérna. Kirsuberjatrén eða moreller eins og það heitir á norsku, sætur ávextur, þau orðið nokkuð þurr en við erum ekki að vökva hérna samt. En það fullt af kirsuberjum á leiðinni. Og við getum kíkt hér. Allt þetta sem liggur hérna á gamla trénu á eftir að fara í beð sem eru búin til og upphækkuð. Það verið að vinna í þessu öllu núna eins og sést. Hérna eru rörin af gamla gróðurhúsinu sem féll og veggurinn á gamla gróðurhúsinu sem féll. Og hérna höfum við mullein sem allir þekkja mjög vel orðið. Og þetta annars árs mullein. Og blómin fara að koma eins og sést hér. Og svo læknavendelrót, eða sem sagt valeriana hérna út allt. Já, og ég leyfi líka smá af njóla að vaxa áfram. Mikilvægt. Því að hann notaður í salva sem að mjög góður gegn kláða. Svo þess að hann fær að vaxa. Og valeriana hér sem blómstrar og á bakvið hana fullt af hindberjarunnum sem taka yfir hérna við hliðina á tjörnin okkar og í kringum tjörnina. Og hér sjáu þið barnaheimili mitt. Ég dálítið sein í þessu en þetta allt í góðu lagi samt. Ég búin að vera að vinna svo mikið með bókhald svo ég hef ekki getað séð þetta nógu vel en ég að klára það í dag. Svo lýsa alla plönturnar hér á leiðinni í beð. En hérna gróðurhúsið mitt. Og hérna upphábeð sem verið að útbúa. Og hér vinnuborðið mitt. En það var að setja upp 2 svona gróðurhús.
Og svo hérna fyrir utan. Þetta eru gömlu borði mín því að ég get ekki byggt mig. En það þýðir ekkert að vera með svona borð en nú ætlum við að setja upp á beð hérna úti. Og þar verður alltaf káli, brokkoli, blómkáli, já allar þessar plöntur sem eru svo kuldaþolnar og verða í rauninni að vaxa í kulda. En þið sjáu hérna upp eftir hvað ég er með mikið af villtum jurtum hérna út allt. Þetta er alveg meiri háttar. Og lóðin mín lágur langt upp eftir þarna. En kíkjum hérna inn á beðinn. Það var eftir að fylla þetta. Þetta náttúrulega tekur sinn tíma. Hann byrjar hérna, þessi elska. Og svo gerum við gat í jörðina hérna. Leifum ekki, við viljum að það sé jarðtenging í öllu. Svo þess að plastið sem er sett fyrir utan, það fær ekki vera hérna fyrir innan, niður í jörð. Hérna er búið að fylla hellingi og allt að verða til. Og þessi myndalega elska hérna sem er að sjá þetta allt fyrir mig. Og þetta er jörð sem við byggum sjálf til. Afgangur úr garðinum okkar. Og svo höfum við keypt smá poka til að setja ofan á þessi ljósa jörð. Hæ, Níls. Og hér er allt á bakvið. Já, þetta er frábært. Fantastisk, takk. Da får Du er verdens beste mann. Får du 10 centimeter jord på toppen her sånn. Ja. Er det litt mye, eller? Nei, det er fint. Det er i henhold til de 12. Men ikke pakk dette ned. Ikke pakk den. Jeg må det litt grann der. Ja, men det er ikke det jeg ønsker. Nei, men det skal... Det er bedre å ha det luftig. Mye bedre. Jeg skal hente litt jord, ja. Ja. Og hérna er stærri tegundaboksun sem koma svona út frá þessum hérna. Svo það verður allt fullt af boksum inni. Því að það á að nýta plássið til fulls. Og inn í þessu húsi verða bæði lækningajurtir og hita elskandi plöntur eins og tómatar, paprika, okra, chilipipar, eggaldin, já, ýmislegt þannig. Löpum hérna aðeins lengra. Ég get því miður ekki hjálpað honum. Hérna eru flöskur sem ég notaði til að útbúa þetta hluti af því yfir rúmlega 600 nýjar vínberjaplöntur en þær urðu fyrir skemmdum þegar að gróðurhúsi féll. Það féll í miklum snjóum. Og það var mjög leiðilegt, þetta gróðurhús var 8 x 30 metrar. Ég held að séu, 240 fermetrar. Já. Krákuþing hérna eins og heyrist. Eða krákurifrildi. Já. Meira af njóla. Við leyfum villtum plöntum að vaxa inn á milli. Og hérna hefur verið svo mikið af vendilrút.
valeriana að hún hefur bara fallið niður hérna. Eins og við sjáum. Það þarf að ná í rótina á þessu bráðum. Og hérna það fullt af randaflugum hérna á garðinum. Alveg morandi. Fleiri 100 örugglega. Ef ekki 1000. Voðalega notalegt. Og það eru út allt og það eru fiðrildi út allt líka. Hérna rosa mikið líf. Hérna Maríustakkur. Hann á mörgum stöðum hérna á lóðinni. Og hér Plantago lanceolata. Þessi sjáið. Hún vex víða. Og þetta lítur út eins og ykkur óregla en það afskaplega mikið nothæft hér í garðinum. Og hérna mikið af Plantago lanceolata út allt og hún frekar há í ár. Hærri en ég vön að sjá hana. Og allar plönturnar eru mjög háar núna í ár. Ég veit ekki hvort það sé út af hita eða hvað. En það eitthvað merkilegt með allar plönturnar. Þær eru svo háar. Og miklar. Meir en venjulega. Og ég var einmitt með krabbameins hjúkrunarfræðingin í heimsókn hérna daginn og hún var að tala þetta hvað allt væri hátt hjá mér og stóra plönturnar. Hún sagðist vera með valeriana í garðinu hjá sér og hún væri miklu minni hjá henni. Hérna höfum við þessi heitir Camaedris á latínu. Veronica Camaedris. Og það hægt að nota hana ýmislegt. Það líka til ein sem kölluð lækna Veronica. Þetta ekki sama tegund. En mjög svipuð. Já, ég að reyna að læra hérna súmið á til símanum og blanda náttúrulega alltaf tungumálunum, norsku og íslensku eins og mér einnig lagið. Hérna eina birkitréð, reynitréð í garðinum og bara eitt. Hérna eplalundurinn, örugglega einhver epli á leiðinni. Sýni ykkur hvernig þetta Hér þau út allt, eins og sést. Og þegar maður með eplatré, þá getur verið sniðugt að fjarlægja ef þau eru koma svona í hrúgu saman. Þá yfirleitt best að taka þau sem eru minnst og láta bara standa eitt og eitt. Það sem allt í hnapp. Svo sem hérna búið að fjarlægja hjá sumum. Og hér sjáðu þið til dæmis 4 saman og þá væri best að taka þau 3 litlu í burtu. Því að þá fær maður miklu betri uppskeru. Svoleiðis þau þurfa að vera eitt og eitt til að pluma sig vel. Hérna sjáum við hlyn. Og hér einn runni sem voðalega fallegur. Ég man ekki latneska heitið á honum, en þetta á norsku kallað
fagerbusk eða eitthvað álíka sem þýðir fallegur runni. Hreinlega. Og ég er með hann hérna á 2 stöðum. Mjög fallegt. Og svo er ein rós hérna í skugganum. En falleg, stór rós. Ups. Ég er smá klaufi með þetta hérna. Ég þarf endilega að sýna ykkur lavenderinn minn sem er orðinn mjög stór. Jú, og klifurhortensia er þetta fallega blómarna við hliðina á steinveggnum. Það er mikið að vera hjá krákunum í dag. Hérna er klifurhortensia og svo hér er lavenderinn. Þessi er ræktaður frá fræi frá mér. Þessi hér. Og hann hefur plummað sig í -30 gráðum. Hann var líka á Austurlandinu þegar við áttum heima þar, hérna í Noregi. Og hér er svo annar sem var keyptur í verslun og hann bara lifði ekki af vetrunni hjá okkur. Svo þetta eru lavender úr lofnarblóm úr fræjum frá mér. Úr búðinni hjá mér og hér er oregano. Svo eru sólberjarunni hérna fyrir ofan. Og hér er önnur klifurhortensia. Svo er ég með vínber. Það eru þessi sem ég tók 600 stiklinga frá, það er þessi hér. Og þið sjáu hérna berin inn á milli, en það er allt fullt af humlum hérna. Og býflugum út allt. Gjörsamlega. Mikið að vera hér. Og þið heyrið það kannski. En þessi vínber, þessi tegund, er tegund sem hægt er að nota í að útbúa vín. Og ég hafði hugsað mér gott til glóðarinnar þótt ég drekki nú ekki vín sjálfa, ætlaði að framleiða vín. En það verður líklega ekkert úr því. En ég hef nóg annað að gera, eins og flesti vita. Sjáu ég hérna þessa fallegu humlu. Randaflugu. Það er mikið líf hérna. Enda það er ekkert eitur í þessum garði. Passa vel upp á það. Það er út allt hérna. Jæja, það er best að drífa sig inn aftur og klára bókhaldið. Það er síðasti dagur í dag. Og ég sendi þetta inn í dag. Jú, og sjáu þið hérna. Maðurinn er búinn að setja hérna kústaskaft, hluta af kústaskafti hérna í jörðina til að passa upp á hann slá ekki grasi hérna þar sem blákollan er að koma upp hjá mér. Og það eru svona flekkir út allt. Eins og þið sjáuð, það er bannað að slá grasi þar sem blákolla kemur upp. Þetta er svona flekkir út allt þar sem er bannað að slá grasið.
Já. Hvað segir bara takk fyrir í dag og byrja að heilsa til Íslands. Sjáumst í haust.